Hundar eru gæludýr sem fólk heldur gjarnan af hundaætt. Þeir eru allir af sömu tegund, það er að segja. Allir hundar sem fólk heldur sem gæludýr, þetta er sama dýrategundin. Þetta er dýrategundin Canis lupus familiaris. Þetta eru afkomendur úlfa. Úlfur er Canis lupus. Svo eru þetta mismunandi gerðir eða undirtegundir úlfa. Þetta er í raun undirtegund úlfa, sem sagt gæluhundar. En það eru til aðrar undirtegundir úlfa líka. Þannig að þetta er ekki sama tegundin og úlfar, en sem sagt þetta er sitt hvor undirtegundin. Það að hundar er allir af sömu tegund, kemur sumum svolítið óvart, en í raun eru til mismunandi afbrigði af hundum. Það eru yfir 800 afbrigði skráð og samþykkt af hundaræktunarfélögum. En hundar er af sömu tegund því þeir geta átt saman frjó afkvæmi. Það er í raun þannig að alveg sama hvaða hundakyn við etjum saman, tæknilega séð þá geta þau átt saman afkvæmi, þó það geti verið svona líffræðilegar takmarkanir á því ef til dæmis mikill stærðarmunur á þeim. Hundar hafa verið tamdir, og þetta voru upphaflega þá úlfar sem voru tamdir fyrir einhvers staðar 15 til 100.000 ára síðan. Það er talið að þetta hafi fyrst verið gert í Asíu, sennilega í Kína. En á þessum langa tíma þá er búið að eyða út svona þessum einkennum hjá hundum að vera árásargjarnir. Þeir hundar sem voru árásargjarnir, þeir voru drepnir og áttu þess vegna ekki afkvæmi, en hundarnir sem voru gæfir, þeim var haldið lifandi og þeir áttu afkvæmi og þannig hægt og rólega hverfa út þessi árásar gen út. Þau eru ekki alveg horfin en svona nánast. Þannig að svona er búið að rækta upp þetta ljúfa eðli í hundum, en það tekur mjög langan tíma.